Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Mikið rétt, Sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og klukkan er 25:08 og það er 22. júní fyrir þá sem verður að hlusta á þetta viðtal eftir á. Nú ég kom með hérna 2 góða gesti í setti, það eru handboltaleikmennirnir Ómar Ingi Magnússon og Elvar Örn Jónsson. Já, verið þið velkonir, blessaður Elvar. Já, takk fyrir. Það heyrist í þér, já, og líka þér Ómar, eða ekki? Já, takk. Já, hvernig hafið það svona núna þessa dagana? Bara ágætlega, sko. Úði, sko. Já, fyrir að hlustandar sem ekki veita hverju, þá eru þið náttúrulega núna í úlingalandsliðinu sem er að, já, stór dagskrá framöndan eða ekki í handboltanum hjá ykkur núna næstunni. Jú, það er hérna... Það er mikið framöndan. Já, HM og hérna... aðlega, HM, já. Já, heimsmeistarakeppnin er í Rússlandi eða ekki? Jú. Þannig... Mikið ferðarlag. Já, svona slatti. En kannski byrja að spyrja ykkur, þið eru báðir eða ekki uppræðlega frá hérna Suðurlandinu? Jú. Já. Passar. Og í dag þá spilað þú eða ekki í bænum? Já, Ómar, við spilum við Val. Og þú ert selfisíkur ennþá eða ekki? Jú. Já. Og heldur þið að heimaslóðan? Ég held mér bara hér. Það er rétt. En hérna, kannski byrja að fara aðeins hérna yngri flokk, hafið þið alltaf bara æft handbolta og enga aðra íþróttir eða? Byrjað þér Elvar? Ég var mikið í fótbolta líka. Já, og hef bara verið svona að leika mér í alls konar íþróttum, sko. Já. Þú veist, körfubolta og eitthvað svona. Og já, er þetta fyrsta landslýsverkefni þitt eða hefur verið? Já, svona alvöru landslýsverkefni. Fór einhverja einu sinni í 2 æfingaleiki bara. Já. Þetta er svona fyrsta alvöru verkefni. Þú Ómar, hefur þú eftir eitthvað annað en handbolta? Já, ég var í fótbolta og ég var í golfi, minnir það. Já, það er svolítið öðruvísið, það ekki? Já. Það er mjög fínt bara. Þannig að þú hefur farið svona í golfið á sumrinu á milli handbolta? Já, passaði bara fínt. Já, en já, þetta er ekki fyrsta landslýsverkefni þitt eða? Nei, þetta búin að vera í sig eitthvað sem er yngri landsliðin allavega. Já, og þetta er hérna sem sagt 19 ára landslið sem þið spilið með núna og já, vitið þið eitthvað svona eins og, já, náttúrulega heimsmeistaramótið, vitið þið eitthvað svona hversu sterkt þetta mótið er eða svona hvaða lið eru með ykkur riðli og svona? Já, við fórum náttúrulega EM í fyrra og sáum nokkuð lið þar og hvar við stöndum og svona, en hérna það er síðan alltaf ykkur lið svona sem koma á heimsmeistaramótið sem er ekki af Evrópumótinu. Þannig að það verður forvitað að sjá. Já. Og hvað enduð þið á Evrópumeistaramótinu? Við lendum í 9. sæti. Það eru mjög jöfn lið þannig. Þú veist hvað, frá 4. niður í... Já, 4. til 12. sæti er svona... Þetta er mjög jafn. Já. Við þetta pakki. Já, hópurinn sem er í þessu landslið, já, þegar við kannski allir þekst bara svona frá því, já, í grunnskóla eða? Já, eða svona, þú veist, frá þetta byrjaði, þú veist, 15 ára landslið eða eitthvað og við höfum bara verið saman í 3-4 ár. Já. Svona kjarninn í þessu. Og já, sá sem er að þjálfa núna úlingalandslið 19 ára, það er selfisingur? Já, Einar Guðmunds. Já, Einar Guðmunds. Þannig að hann er, þarna, þekkir ykkur allan nokkuð vel, sennilega? Já. En hvernig er svona, með aðra hótnum, eru þetta svona samblandað leikmönnum hér og þar, úr öllum félögum eða? Já, flest öllum landslutum held ég. Já, þetta er kannski ekki. Það er eitthvað dreift, sko. En hvernig er svona, já, þið farið allt í núna að náttúrulega æfa saman, þetta eru náttúrulega það ekki alltaf helstu anstæðingar ykkar að það ekki í yngri flokkunum? Jú. Hvernig er tíðina? Jú, maður keppið alltaf, en það eru fínir strákar samt, gaman að vera með þeim. Er aldrei svona rígur á milli, svona vera gantast hvað er besta félagið? Jú, en hérna, en það er kannski ekki mikið á landsæðingur, sko. Alltaf gaman að hitta það bara á æfingunum. Já. En já, þeir byrjuðu undirbúningin fyrir já, heimsmeistarabótið bara það ekki bara strax eftir tímabili eiginlega þegar tímabilið klárust hjá ykkur? Byrjum 10. júní held ég. Já. Minni það. Þannig að það fengið smá svona sumafrí? Já, nokkra vikur. Og hvernig, já, svona, hvernig er þið búin að undirbúa ykkur hingað til? Þið náttúrulega, já, voru að koma frá Katar. Hvernig er svona að vera þarna út í Katar? Þetta er náttúrulega svolítið öðru sinn íslendinga. Það er bara frekar spennandi, sko. Stóð heitt samt, sko. Já, hvað er mikið lítið þarna?
Við vorum í svona 44-5 gram. Og ekkert erfitt að æfa við þessar aðstæður? Nei, þetta allt loftkælt þannig að Það allt og kalt inni samt, sko. Já, það svoleiðis, þú kemur úr sjóðandi hita alveg. Já. En þetta, hallirnar sem að heimsmeistaramótið fór fram núna í janúar fullorðins? Já, við fengum að vera hann í einni höll á það. Já. Og hvernig gekk ykkur hérna úti? Þið voruð náttúrulega að taka, hvað tókuðu ykkur æfingaleiki hérna? Jú, við spiluðum 2 og unnum að báða. Þannig að þetta hefur verið svona hressilegt, en svona, hvernig fannst ykkur svona náttúrulega aðstæður hérna inn í eins og hallirnar? Þetta er náttúrulega, er þetta ekki hálfgeð, geði ekki ef maður sletta smá? Þetta er bara tip-top aðstæða, sko, bara alveg upp á 10. Já, nákvæmlega. Þið hafið væntanlega ekki ferðað svona langt áður? Nei. Þetta er hressilegt flug? Já, það já. 8-9 tímar eða hvað. Já. En svona þess að utan þeir voru ekki handbolta, var ekkert svona spennandi hægt að gera á milli? Jú, ég kíktum hana miðbæinn hana. Já, fínt að vera hann að skoða þess. Já. En hérna núna svona næsta vika hjá okkur, hvað gerir þið núna áður þið farið til Svíþjóð næstu helgi eða ekki? Jú. Já. Þá er það að keppa á okkur Evrópumóti. Já, svona æfingamót. Við ætlum að taka örstutta pásu. Við komum svo rétt aftur og ég ætla að halda ykkur aðeins lengur í spjallinu þarna íslenska U19 landslið afsakið úrlingalandslið karla. En ég ætla rétt að segja hvernig staðan er í leikjum í Pepsi til karla. Það eru náttúrulega 4 leikir í gangi. IA 3, Keflavík 2, Víkingur 2, Fjölnir 0 og Leiknir Reykjavík 0, Fylkir 0 og Stjarnan KR 0-0. Það er 62 mínútur liðnar af fyrstu 3 leikjunum. Stjarnan KR, þar eru 34 mínútur liðnar. Svo er fram 1-0 yfirgefið Þróttur Reykjavík í fyrstu til karla og afturhelding og IR 0-0 í annars til karla og í fjórðu til karla er Augnablik 1, Skallagrímur 1 þegar 27 mínútur eru liðnar. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Njótum í sumar. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og hjá mér eru þeir Ómar Ingi Magnússon og Elvar Örn Jónsson, handknattleiksleikmenn eða úlingalandsliðsmenn sem að það er nú framöndan hjá þeim. Þeir eru að fara til Svíþjóð núna næstu helgi á Evrópumót eða svona European Open mót, ekki satt? Jú. Og kannski byrjum að tala það mót, að það er hvernig mót er þetta eða þetta European Open mót? Þetta er svona nokkur skonar hraðmót, má segja. Það er spilað heldur 2020 og þannig 2-3 dagar þar sem eru 2 leikir á dag. Þannig að það er mikið að gera. Keisli í þessu. Já. En er þetta þá bara svona bara undirbúningurinn fyrir stóra móti í Rússlandi? Já, þetta er á sama tíma á Partille. Partille Cup. Já. Þetta er bara fínt fyrir hópinn og gott að fá leiki. Þannig að þið náðu jafnvel að fylgjast með Partille líka, selfissingunum þarna litlu? Já, litlu. Gæti verið. Já. En svona ef ég spyr ykkur áfram þið náttúrulega ólust upp eða ekki saman í liði og hvernig fyrir Selfoss? Jú. Hvernig, gat flokkurinn ykkar eitthvað í yngri flokkunum? Já. Hann var. Við reyndum. Já, við reynduð. Já. Og hver var að þjálfa ykkur á þessum svona upp í yngri flokkana? Einar Guðmunds byrjaði að þjálfa okkur í 7. Já. Og Stebbi Átna tók við okkur í 5. og með í 4. Síðan kom Sebastian Alexandersson fasti. Þannig að við hafum upplegað alla þessa konga þarna. Já. Og nú er Stefán orðinn þjálfari þinn aftur, Elvar? Já, það er bara spennandi tímar og þið byrjaði að hitta gamla þjálfarinn aftur? Ég er ekki ennþá búinn að hitta hann. Nei? En þið þekkist? Við þekkist alveg. Já. En hvernig er hjá ykkur, deildarmeisturum Vals, Ómar? Hvernig er svona stemningi hjá ykkur? Þið eru kannski ennþá fúlir við því að hafa ekki komist áfram í úrslitakeppnina reyndar? Já, það er svona, það liggur inn í okkur innst inni kannski, en við erum bara
flottir sko og hérna erum bara að æfa og búin að æfa og hérna stefnum bara gott tímabil næst. Já, verðið væntanlega mjög grimmir inn í næstu leiktíð þar sem það er náttúrulega fullt að það ekki að verða deildarmeistari og þetta svo út, en deildarmeistari er samt gaman að taka við. Já, það er það, mjög fínt. En já, er ykkur mikla breytingar í hópnum hjá ykkur í Val? Eitthvað hérna. Þú mistir eitt Sunnlendingin úr liðinu núna? Já, Kári var inn og síðan Steffen var inn. En við fengum hérna Sigur úr Stjörnunni og Gunnar úr Stjörnunni líka. En er ykkur breytingar á ykkur á Selfoss? Konar? Og litlar en þú veist, við ætlum að alda upp bara á Selfissingum sko. Já. Maður fá þá bara heim. Já, fá þá heim? Já. Þannig að þú ert að fara að gelta á hann Ómar alltaf úti í sumar. Já. Þú veist, Birkir markmaður er kominn og já. Ég veit, kannski ekki fleiri en já. En já, Ómar, þú ert búin að vera í nýjum hóp sem var valinn á dögunum, svona afrekshópur Hagnaðarsambandsins sem hefur verið að undirbúa fyrir svona A-landsliðsprogram. Hvernig er þetta svona þessi hópur? Hvernig er þetta æfingar eftir landsliðinu eða hvað? Já, þetta er semst bara í rauninni verið að kynna okkur fyrir má segja svona hugmyndafræði A-landsliðsins og svona, þú veist, vinnubröðum og því sem í hlutunum sem er verið að pæla í þar. Þannig að það var bara gaman og gaman að taka þátt í því. Já, nákvæmlega. En já, ef við förum út í Rússland, hafið það sem heimsmeistaramót haldið sem þið munið taka þátt í, hafið þið einhvern tíma farið til Rússlands? Nei. Ekki enn. Það er bara gaman að koma á það. Já, það verður kannski ekki alveg jafn heitt þar eins og þarna út í Katar? Nei, en samt ágætur hitt held ég bara. Já. En þannig að þið verðið í rauninni saman þetta úlingalandslið bara í allt sumar? Já, við erum bara þangað til loka ágúst, já. Já. Æfum saman í allt sumar og já. Og hvernig, ef maður fer aðeins í gegnum hennar hóp hjá okkur, já, ef maður bara byrja að spyrja, já, er ekki svona sérstakur hérna sem að er bara svona, hvað við byrja bara, hver er svona skemmtilegasti karakterin í þessum hóp? Það lítur að vera eitthvað trúður í þessu liði. Trúðurinn, já. Ætli gefum við ekki Óðinn í það? Já, Óðinn fær þann titil. Hægri hornamaður og hann er skemmtilegur. Já, það er svona, hann heldur upp í stemningu hjá okkur. Já, ég drepur hann niður, það er misjætt eftir dögum bara. Já, það er svona getur dreigið, það er ekki alltaf fyndin. Nei, nákvæmlega. En þeir eru náttúrulega á svona bestaldri, náttúrulega á 20 aldrinum og já, þeir hljóti nú að vera, er ekki ykkur svona sem er alveg Facebook góður að taka selfies af sér og senda á stelpunnar? Nei. Það er bara Sverrir. Já, farastjórinn bara. Já, farastjórinn, já. Já, hann er bestur í því. Já. En fyrir þá sem áhugasama sem geta fylgst með ykkur í summa, þá er komin Facebook síða sem fylgir ykkur alveg eftir. Nú er ég búin að gleyma nafninu strax, munið þið það? Var það ekki úlingalandslið Karla? Jú, úlingalandslið Karla. Fætti 96, 97. Já. Já, þar eru allir hérna, 96, 97. Já. En ef ég spyr ykkur núna aðeins út í handboltan og ég byrja að spyrja þig, Ómar, svona fyrirmyndið þínar eða svona handboltamenn sem þú alltaf litið upp til, langaði að vera það eins og, eða betri? Kannski bara litið upp til, hann alltaf langaði að vera eins og okkar annað sko, en ég hef alltaf fylgst með Óla í gennum tíðina og veist, hann sé hvernig hann er að spila og reynt að læra eitthvað af því. Og hann var að þjálfa þig eða ekki? Jó. Í Val? Já, ég fekk hérna 3 góða viku með honum. Já. 3 eða 4. Já. Var það ekki svolítið svona skemmtilegt að fá svona sjónarmið hans sem þjálfara? Já, það var mjög fínt sko. Verði mikið bara. Fóðar ekki honum í 3 vikur. Já. Er hann svona eins og hann kemur fram í fjölmiðlum að svona áttar sig ekki á honum stundum? Nei, þú veist, ég átti ekki rétt með að skilja hann eða þú veist, það lág fyrir mér alveg þokkalega sko. Já. Elvar, þú einhvern þarna uppáhaldsmann sem þú ætlar að verða eins og betri? Já, þú veist, ég er búin að vera að fylgjast með Guðjóni Val. Já. Hann er svona búin að reyna að sjá hvernig hann er bara sem íþróttamaður og hvernig hann bara spilar handbolta og reyna að ná hraðanum hans og styrk. Já.
Þannig að þú fer bara á æfingar og Jón Arnari Magnúsinni Já, eins og hann gerir hann er reynda frendi minn og... Já Þannig að þú bara fer til frænda eins Já, auðvitað En strákar, svona, rétt í lokin var ég að spyrja ykkur með bara A-landslið karla, hvernig svona líst ykkur á framtíðina í þessu liði? Þegar við nú séð til þeirra? bara vel, þeir ungir menn að stíga upp og það er bara góð merki. Nákvæmlega. Já. Þannig að, en svo verði ég að spyrja ykkur líka því að þið væntanlega fylgist með ykkar félögum sem að voru með ykkur yngri flokkum og eldri þarna sem voru svona í kringum ykkur á Selfoss. Er ykkur svona sérstakur sem að ykkur finnst skemmtilegast að mæta því að þetta er nú allstað dreift í öllum félögum orðið? Alltaf mæta öllum bara gaman hvað sem það er sko. Þú ert nú búin að eiga nokkur einvíi núna við hann Jannustaða þarna í yngri flokkum og í meistaraflokki. Er ekki svolítið alltaf fjör á milli ykkar? Jú, bara keppni sko. Já. Það er gaman sko. En þú, hvað er svona finnst þér skemmtilegast að fylgjast með þarna? Það er bara fylgjast með, það er alltaf gaman að mæta eigamönnum, yngri flokkunum og alltaf hörkuleikir. Og já, í þessu úlinglandsleik eru mitt eigamenn eða ekki? Jú. Þeir eru allir skemmtilegir og fínir strákar. Það eru þeir, hvað, Hákon, sagðu þau ekki? Hákon Daði og Nökkveitan. Já, þannig að það eru hörku eigamenn. Já. Og hver eru betri í handbolta, selfissingar eða eigamenn? Er það aldrei ríkur? Já, það er aldrei við spurning sko, það er alltaf selfissingar. Selfissingar alltaf betri. Já, heldur þið látið ykkur ekki finna fyrir því þá bara næsta einhver? Eigamennir. Jú. Já. Þeir reyna. Já. En já, fyrir áhuga sem að fylgjast endilega með þessu landslíði sumar og ég bara óska ykkur alls eins besta, svona eitthvað lokun sem við erum að gleyma að fara yfir. Nei, bara endilega fylgjast með á hérna Facebook síni sko. Já. Fylgjast með selfieum frá liðstjórum og skemmtilegum viðtölum og nákvæmlega. Ómar Ingi og Elvar, takk ykkur kærlega fyrir komuna og bara gangi ykkur sem allra best. Takk. Já, og minni ykkur enn og aftur, það er úlingalandslið Karla byrjum við, hvernig var þetta aftur? Úlingalandslið Karla fætti 1996 og 1997. Það er Facebook, þar getið fylgst allt með þessum strákum sem að, eru alveg á fullu núna þessa dagana og eru að fara til Svíþjóð núna næstu helgi. Og ég þakka Ómar Inga og Elvari kærlega fyrir komuna og við förum næst aðeins í fótboltan. Og ef ég enn rétt svo í það þegar vera að flauta til leiksloka eða 7 mínútur eftir að leikjum kvöldsins IA 3, Keflavík 2, Víkingur Reykjavík 2, Fjölnir 0, Leiknir Reykjavík 0 og Fylkir 1, Stjarnan KR 0-0 en það er hálfleikur í þeim leik. Í fyrst del karlaði fram 1-0 yfir gett Þrótti Reykjavík og í annar del karlaði er afturlelding og IR 0-0 jafnt í hálfleik og Augnablik er 2-1 yfir gett Skallagrimi. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Við elskum Suðurland.